Við erum útrásarvakningarnir, mættir upp á dekkið, enga hlekki á félagana, gleymið okkur ekki. Innblásnir af fortíðarsyndum við undir stykkinn, trúðu mér við skuldsetjum ykkur á augabragði. Hanna þagði en lagði okkur lína. Njótið þið nú gleymskunnar, Reykjavíkur sótama, endurkom og þrjótana. Við viljum bara græða, þólandi fer að blæða. Bjarni B, hér Sigmundur D, mættir til að græða mér fjær. Stjórnum fjölmiðlum, stjórnum hugsunum, enginn fari að vita hvað bardúsum. Peningar, peningar, wú, wú, menning, menning, bú, bú. Partí aftur, í halsins kraftur, lúksus viljum hús, glimmer, glamúr og bús. Ég stærri en orð fá lýst, sagði fjallkonan Fríða og gerði það víst. Því ég besta eigin sem reis upp á sænum. Reykjavík, hún svaka bænum, bjóðum upp á lunda og túristana rænum. Það ræður engin hvort ég byggja hótelblokk, þar sem tónlistafólkið var vantast á stokk. Oops, I did it again. Æ, fuck! Þú heldur ekki landi við þessu landi. Mér nægir ekki að bláa lónið. Ég vil heiminn, segðu að þú fíli frónið. Ég fíla frónið. Ég fíla frónið. Ég fíla frónið. Partí aftur, í halsins kraftur, lúksus viljum hús, glimmer, glamúr og bús. Partí aftur, í halsins kraftur, lúksus viljum hús, glimmer, glamúr og bús. Góðan dag, þetta hjá Sindra Þórarinssyni? Já, heyrðu, ég með gleði fréttir. Já, hann kemst loksins í aðgerðina sem hann búinn að vera að bíða eftir núna í 2,5 ár. Æi, hann dáinn? Heyrðu, ég samhryggist. Já, heyrðu, takk fyrir. Gerður, já, þetta á Landspítalanum, það var út af aðgerðinni. Já, ég býð bara. Var hann bara að skilja við rétt í þessu? Æi, það var nú óheppni. Nei, ég bara strika hann út, sko. Já, aðtilega. Bless. Og munið að við eigum með höggi fyrir stór hættulegan, siðblindan glæpamann. Þurfum með öllum okkar liðstyrk að halda og strákar mínir. Strákar, það að hlusta það? Já. Já, eitt hérna. Þið þurfum að taka myndir hérna fyrir Instagramið. Til þess að skera í fótlegg eða snúa niður ölvið á konu eða eitthvað slíkt. Reynið þá að gera það á svona dúllulegan hátt. Ok? Setja stríð saman, sjáum bjartari tíð. Saman sækjum við lausn í hverri neyð. Með samstöðu munum við fara alla leið. Þetta ekki flókið. Kosningaloforð sjálfstæðismanna voru svikin. Það blasir við. Hvert sem litið þá blasir við algjört hugmyndafræðilegt gjaldþrot nýfrjálshyggjunnar. Það ákveðin þröskuldur hér til staðar. Nei, ekki þröskuldur, það viss hindrun, nei. Það er ákveðin ómöguleiki. Ómöguleiki. Hvernig hljóma orðin hérna? Nú, fyrirgefðu. Ég held að Hanna Birna væri þarna. Hanna skrepptist frá. Ég staldi sæti. Það er svo kalt út í gluggi. Hvað er þetta spá? Ekki neitt. Ákveðin ómöguleiki. Pólitískur ómöguleiki. Það er smart. Já, góðan daginn. Ég ætla að athuga hvort þú getur náttúrulega hækkað alltaf vel hjá mér í yfirdráttarheimildina. Hversu mikið? Já, við erum að fara 4 manna fjölskylda í Bláa lónið. Já.
Ókei, já, nei, það gengur ekki. Nei, nei, við sleppum þessu bara. Við förum bara í IKEA, kannski. Já, á Boltaland. Ókei, takk. Jesus. Ásta, líf þitt sem íbúi í miðborginni hefur breyst töluvert síðustu árin. Já, það hefur náttúrulega allt breyst, skilurðu. Ég myndi segja að allt prívacy væri farið. Þetta er svolítið eins og að búa í stórborg sem maður kannast ekkert við og hefur kannski ekki valið sjálfur. Einmitt. Geturðu nefnt einhver dæmi? Jú, einu sinni þá gat maður setið og borða morgunverð í ró og næði og hort út gluggann, en nú er það liðin tíð. Nú þarf ég alltaf að vera með dregi fyrir. Þetta er náttúrulega ekkert skemmtilegt. Hér áður fyrr þá gat maður labba niður Laugaveginn á þess að mæta sál. Það var ekki hræða á götunum. Nú þarf maður til dæmis alltaf að bíða í biðröðum. Hér áður fyrr gat maður farið í pottana og lent í innihaldsríku spjalli málefni líðandi stundar. Svona, yndislegt. Jæja, þá ætlar þessi blessu ríkisstjórn að fara að svítja okkur eitt ganginn enn. Já, þessir anskotar, þeir komast upp með hvað sem er. Já. Þú hefur búin að gleyma svo morgun. Það er af sem áður var. Guten Tag. Já. Ég meina í alvöru, manni líður eins og gesti í eigin landi. Þetta er náttúrulega ekkert skemmtilegt. Við vindum okkur í næstu spurningu. Nefnið 3 atriði sem ríkisstjórnin hefur gert til að bæta hag fjölskyldufólks. Engi með það. Þá höldum við áfram. Finnið 3 villur í eftirfarandi texta. Framsóknarflokkurinn stóð við kosningaloforð sín almenna skuldalækkun á kostnað erlendra hrægammasjóða. Já, sem sagt, fyrsta villan er orðið skuldalækkun, þar sem ekki á við lækkun heldur skuldatilfærslu. Rétt. Já, og önnur villan er að aðgerðin er ekki almenn, heldur þvert á móti gagnast bara ákveðnum hópi fólk sem fá skuldalækkun. Rétt. Já, og 3. villan er að skuldatilfærslan er ekki á kostnað erlendra hrægammasjóða, heldur á kostnað íslenskra skattgreiðenda. Hárrétt. Hvað er í gangi á þessum gangi? Ég er búinn að sitja og bíða í marga klukkutíma. Það eru allir farnir. Allir hverjir? Allir læknarnir. Þau fóru til Noregs og restinni í verkfalli. Það er búið að reka ræstingafólki. Í alvörunni? Jesus! Hvað erum við að gera hérna? Af hverju erum við ekki bara öll farin til Noregs? Þetta gengur ekki. Heilbrigðiskerfið er að hrynja í sundur. Þú verður bara að vera duglegur að taka inn lýsi. Að drekka mjólk. Hvað er að ykkur? Eru þið með iðnaðarsaltseitrun? Bráðum kemur nýtt ár og þá er stutt í bolludaginn, svo koma páskaeggin og þá er nú bara næstu komið sumar. Og þá ætlum við að grilla. Og hafa það næs. Þetta reddast. Já, við erum hérna á Copacabana-ströndinni. Það er hófið 2014, eins og alþjóð veit. Í gær var England-Þýskaland sem var bara... Nei, var hann ekki fyrr þetta? Já. Var leikurinn ekki fyrr þetta? Sem er með heitt. Já. Hérna, Pétur. Já. Er ég nokkuð orðin eitthvað rauður í framan? Nei. Mér svíður alveg rosalega í andliti. Var ekki England-Þýskaland í fyrra þetta? Jú, ég var að segja það. Ég elska HM. Ég elska RÚV.
Útvarp Reykjavík, gleðileg jól. Heyrum heilagt jólaguðspjall sem skráð hjá Lúkasi guðspjallamanni og hljóðar svo í Jesú nafni. Það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústínussi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetning sem var gerð, þá Kýrineus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Ætlaði ég að leika þessu minnisblaði? Kannski. Var eitthvað minnisblað? Um hvað ertu að tala? Líf á Mars? Örugglega. Minnisblað, minnisblað. Á ég gæludýr? Ég með aðstofamann. Gísli, uss. Áttum við eðlileg samskipti? Kannski. Hittust við á laugardögum? Já. Sprengidagur á hlaupári? Stundum. Hlutaðist þið til rannsóknina? Að sjálfsögðu. Finnst þér þetta óþægilegt, Stefán? Nei. Þetta er allavega ekki óeðlilegt. Nei. Kannski smá óþægilegt, en ekki óeðlilegt. Gerði ég mistök, Helgi? Vissulega, Helgi. Hafði það afleiðingar, Helgi? Klárlega, Helgi. Fannst mér það erfitt, Helgi? Já, Helgi. Er einhverjum öðrum að kenna, Helgi? Alltaf, Helgi. Er einhver munur á þessu minnisblaði og hinu sem ég þóttist ekki eiga? Engin. Þess mér gaman að segja nafni Helgi ógeðslega oft? Já. Fíla ég upp á að skyrtukröða? Aha. Þarf dómsmálaráðherra að sjá dómsmál? Ekkert endilega. Á ég þess að kertasteka? Auðvitað. Er töff að spyrja sig spurninga og svara hann sjálfur? Já. Hvenær hefði ég þurft að segja mér? Fyrir löngu. Ætla ég að komast í gott jólafrí? Já, það skilið. Ok, á hverju byrjum við? Svo auðvitað á Kótilettina á Selfossi. Já, ok, það er frábært. Það þurfum við bara beint á Humarhátíð og Höfn í Hafnarfirði. Já, ok. Og þá getur mamma þín hitt okkur á frönsku dögum á Fáskrúðsvegi. Já, einmitt, já. Æðislegt, jú, hún fílar það, já, hún er svo snöggið. Já, og ef við erum heppin, þá náum við bæði bryggjudögum á Seyðisfirði og on-state á Egilsstöðum. Já, ok, heldur að það náist. Já, annars drífum við okkur bara rakleys og fiskita á Dalvík, en þeir eru must. Já, þeir eru algjör must. En hvað með Mærudag á Húsavík? Já. Fíladagana á Akureyri? Já, við erum ekkert að gleyma því, sko. Það er líka hellingu skemmtilegt eftir. Það eru danski dagar á Stykkishólmi og það eru írski dagar á Akranesi, hamingjudagar á Hólmavík og sæludagar. Það er svo öðru. Nei, ég elska Ísland! Já, Ísland, 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 Ísland. Góðan daginn. Já, góðan dag.
Þú hefur væntanlega fengið bréf frá okkur. Við erum hérna frá Decode, við erum að safna lífsýnum svo hægt sé að rannsaka og lækna sjúkdóma. Já. Já, má bjóða þér orðið með? Já, endilega, maður getur eitthvað að hjálpa til. Æðislegt, þú farið inn á ból í staðinn? Já, já. Svo segir maður heldur ekki nei við björgunarsveitina. Já, gett. Þá ætlum ég bara að biðja að gefa okkur smá sýni hérna á kinnina þér. Kinninni? Já, opna bara. Halldór, ekki láta að fá þetta. Þetta er rof á friðhelgi einkalífsins og brot á persónuvernd. Vísindasiðanefnd er alfarið á móti þessu. Þetta er eingöngu í auglýsingaskyni fyrir ameríska lyfjarisa. Kannski áttu eitthvað börn þarna úti sem þú vilt ekki vita af, sem koma og setja það á hvað hæli og selja ofan að þér íbúðina. Halldór, ekki láta þessar sleðber og njósnar að fá þetta. Fæ ég þá ekki bólinn eða? Nei. Þeir kunna ekki útlensku og finnst það í góðu lagi. Þeir borða bara íslenskar afurðir. Þeir skipta öllu bróðurlega á milli sín. Það gaman að nokkri kallar hitta saman á hlægi. Þeir þurfa aldrei að sækja vinnu. Þeir fá vinnu. Þeir elska íslenska náttúru en hata umhverfið sinna. Þeir eru framsóknarmenn. Því miður þá kom rannsóknin ekki nógu vel út. Nei, niðurstöðurnar voru ekki alveg eins og við þorðum að vona, þannig að við þurfum eiginlega bara að fara strax í lyfja- og geislameðferð. Já, en við erum búin að sækja fyrir þig og þú ert komin í algjöran forgang. Já, við myndum bara að byrja strax til helgina og það er kannski svona ljósipunkturinn í þessu aður. Akkurat. Bæði lyfja og geislameðferð. Já, við þurfum að ráðast á þetta hratt og örugglega. Vissulega mikið álag en sannarlega þess virði þegar til lengri tíma er litið. Einmitt. Já. Heyrðu, ég bara þakka góð ráð en ég er að segja pass í bili. Já, við skiljum nú alveg að þú sést hrædd, en þetta er eina leiðin sem er í boði. Já, akkurat. Og ég bara hef ekki efni á því. Jú, veistu... Nei, veistu, við erum alltaf með heimili og börn og skuldir og húsnæðislán og það er bara ekkert aflögu eins og er. En takk samt, ég kíkja á okkur seinna, þegar betur stendur á. Nei, seinna. Sko, við Pálína erum náttúrulega að flytja til Noregs mánaðamótin og öll deildin er á leiðinni í verkfall. En þú ert náttúrulega hjartalega velkomin bara á Ríkisspítalann í Stavanger. Já. Ok. Takk. Hei. Já, hei. Góða ferð. Já. Takk. Ó, bra. Já, det var bra. Hér áður fyrr var allt svo bjart, endalaust gamanið. Væntingar svo miklar, villtur draumurinn. Upp á tækin okkar voru óborganleg. Ísbjörn stóran knúsaði við Laugaveg. Endalaust þvaður, eilíft raus, verð ég einhver tíman við það laus. Alltaf sami sandkassaslagurinn, eilíf gagnrýnin. Þetta er nóg, þetta er nóg. Get ei lengur haldið í mér. Þetta er nóg,
Þetta nóg, ég sný burt og skell á eftir mér. Ég aðeins frið og rólegheit. Og nýnesi í nýrri sveit. Hæ, Skan. Hæ, Skan. Og fyrirgeðu hvað ég sein. Ég er bara ómögulega að fara í fyrra fundinu. Þetta er allt í lagi, Skan. Hver er Hallbjörg? Hún er bara inni að dunda sér eitthvað. Þú búin að gefa henni að borða og svona? Já, ég gaf henni kjúkling og grjón og svona. En ég beið með að borða svo við getum borðað saman. Hæ, elskan. Guð minn góður! Hvað gengur þér á? Gafst henni aftur útverskan kjúkling. Hvað er það spámaður? Jésús, haldur það? Og þarna erum við í fjallinu og það er hægt að skíða og mikil gleði með það og yfirleitt logn og sól og sjálfur brann ég illa mikið og svo er kjörið að fara þarna á Bautan á eftir og þar er ferlega góð sveppasúpa sem ég hef mikla mætur á eins og þið sjáu hér og svo er það gilið auðvitað sem er Hótel Kea, þetta er griðarstaður og næðið þarna og hægt að ganga þaðan beint út og er komin í mollið á Glerártorgi og konan veslaði mikið þar og var ansi ánægð og svo er það kirkjustykkið þarna og þar eru alveg hundruður af tröppum sem liggja alveg upp og niður. 2 milljónir. 2,5. 3 milljónir, loka boð. Já, þá verðið þið bara atvinnulegis hérna í þessu rokraskati hér fyrir sunnan og Fiskistofa fer samt norður. Hér lauk lestri morgunbænarinnar. Djöfullinn, maður. Mikið voru hreindýrin gær. Þið voru bara borðið á lófunum á ykkur. Sjáu þessar kanínur, þessar mikla dúllur. Góðan daginn hér. Góðan daginn. Góðan daginn. Þegar það er gott á Íslandi þá er hvergi betra að vera. Þvílíkur dagur sem þetta er. Ég hef aldrei séð norðurljósin hábjartan dag. Nei, þetta er ótrúlegt. Já. Nei, sjáu þið. Beyoncé og Jay-Z. Nei. Halló. Nei, mamma. Mamma, þú borgaður ekki náttúrupassan. Þú týndir því ekki. Deal with it. Það er nú synd að missa þessu. Maður sé svona nú ekki nema einu sinni á ævinni. Hjá þeim hefst þrotlaus vinna alla daga eldsnemma allan ársins hring, ár eftir ár. Hvernig sem viðrar tryggja fyrirtæki þeirra að neytendur hafa ekkert val og engin önnur fyrirtæki eiga möguleika á íslensku mjólkurmarkaði. Íslenska mafíusamsalan er hetjan á bakvið verðið, einokunina og samráðið. Ertu nú þroskaður fyrir bragðið? Skulum þá líta á Íslandskortið. Nú, eins og sést á kortinu að þá verður nú allir að láta sig hafa það að bíða eftir sumrinu og það er rok og rigning í kortunum út all land alla næstu dag og langt fram í næstu viku og náttúrulega pollagallar fyrir krakkana og svo bara vona að sumarið láti sjá sig bara í ágúst eða september.
má ég ekki einu sinni fá melónu? Þú er svo ósangjörn. Hættu þessu, Tómas minn. En papriku, eða soðna ísu. Við borðum bara á nammibarnum eins og allir hinir. Venjulegur matur er bara allt of dýr. Þú veist þetta, Tómas. Já. Heldurðu þú leggir ekki nokkra milljónir inn á þjóðkirkjuna? Eitthvað djöfis í samviskubit hérna í búðinni? Allur matur á að fara. Ég hef ekki borðað þykur, hvítt hveiti eða glúten í 4 mánuði og hef bara aldrei liðið betur. Ég skil þau mjög vel. Ég leyfi mér alveg grjónagraut endrum og eins, sérstaklega núna því ég er á 5-2 mataræðinu. Tókuð þið þátt í sykurlausum september? Já, auðvitað. Sykurlaus september allt ári hjá mér. Vá, sykur er ekki skárri en kókaín. Það eru sér á báti og synda gegn straumnum. Það er spila Candy Crush á daginn og drekka á kvöldin. Það er þora meðan aðrir þegja. Það eru í tengslum við unga fólkið og vita hvernig það hugsa. Sko, við stingum af. Ég meik ekki að hafa þessar kettlingur eftir okkur í allan dag. Krakkar, við. Ég held þessi frænka eitthvað. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Þær eru Framsóknarkonur. Herri, ég meina, alkohólisti, var í ofbeldisfullu sambandi við aðra konu, gjaldþrota eftir miskunnarlaus hörbaleg viðskipti. Samt búin að ná sér 60 kílóum. Ok, ég held ég sem er betri forsíðu. Hún er líka alkohólisti, hún á 6 börn og að taka 4 af henni. Svo eru hún og elstu 2 börnin eru öll með ADHD og ofvirkningreiningu. Hún er líka með Tourette, hún fyrir brjóstastækkun og lendi ónýttum En hún er búin með MBA-námið og er að gera matreiðslubók smákökubakstur. Nei, ég held ég sé með þetta, sko. Mín er að fara að gefa í Biggest Loser, samt nýkomin fangelsi eftir að hafa smiglað eiturlyfjum. Og svo lenti hún í hræðilegum læknamistökum fyrir nokkrum árum síðan. Þess að fjarlægur úr henni heilinn, hún var bara í svuntuaðgerð. Svo hún er búin að fara í brjóststækkun, brisnám og hárlengingar. Allt á síðasta bara hálfa árinu. Veitu, ég er ekki búinn, sko. Maðurinn hennar lag kynlífsmyndband af þeim á netið eftir við skildu. Og hún er tilbúin að opna sig með það, sko. Já, en þú mátt ekki nefna þetta með hárlengingandi. Það er bara ópersónulegt. Já, það er bara ógeðslegt. Ekki fara alveg yfir strikið. Líðan stabíl, gáðum honum 10 milligram af morfínu og 2 lítra af saltvatni. Það þarf að svæfa sjúkling. Ok, smá hversdagsmynd hérna. Hvar er sárið? Maginn er allur opinn, það sérðu það ekki? Hann þarf að fara í svæfingu. Ég byrja á 18 milligram. Herðu, eitt og rekk. Arnaldur, come on. Ok, þá skora ég á Sigga Hólm, Guttu á barnadeildinni, Halla í mötuneytinu og Ása á Bekka. Þið þurfa að gera þetta líka. Ég vil bara þessu maður. Má ég sjá vítið? Ertu með það? Já. Hvar er það? Ok, munn. Létu það fara? Vussis. Og tjóðs hvaðarskapur er þetta? Halló? Já, er þetta Hjarta Tómas? Já. Já, blessaður. Þetta er Talninga Tómas hérna. Herðu, ein spurning. Hvernig ferðu þið að þessu? Þú virkar svo öruggur eitthvað. Þetta er náttúrulega alveg meiri háttar hugmynd. Já, Þið eruð algjör snillingar hérna í Vesturbænum. Jú, ég menn það er alveg komin tími á að við gerum eitthvað svona og við erum saman, menn þú ert náttúrulega í Vesturbænum. Sigmundur, það er ekki komið að þér. Við erum í miðju viðtali hérna. Já, hvað voru að ræða? Voru ekki bara vitnið einhverja fræðimenn úr háskólasamfélaginu? Nei, við erum að taka viðtal við hana Lóu Linda á Hagamel, en hún er að hugsa um að opna kaffihús. Já, fyrst þú dreigur það fram, þá myndi ég vilja heyra álið þitt á til dæmis Fréttablaðinu. Nei, ég er ekki viðtali hér, Sigmundur. Já, þú átt að samt til að áttúlka og koma þínum skoðunum að. Nei, það ger ég ekki. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei.
Þið eru bara ákveðni einstaklingar í pólitískri krossferð gegn íslenskum landbúnaði. Sko, Sigmundur, sumir myndu nú segja... Bannað að byrja setningar á sumi segja. Já, ég skal þá bara segja það. Segja hvað? Það bara... Að lækka matarskattinn er aðför gegn láglaunafólki. Það verður að stöðva. Já, þetta sagði þú einmitt ekki alls fyrir löngu, en nú segiru að það er að hækka matarskattinn. Viltu heyra það sem ég hef að segja? Það ætlar bara að halda áfram að leggja mér orðið í munn. Byrju, átaka viðtal um mig. Er ég að taka þetta viðtal eða þú? Nei, Sigmundur, ég er að taka viðtal við hana Lóulind. Nei. Jú. Nei. Jú. Nei. Svart. Hvít. Nei. Já. Róaðu þig bara. Sigmundur, ég er alveg rólegur. Snúið kamerunum mér. Nei, við skulum ekki... Þetta þurfið þið að læra. Þú stóðst ágætlega að sanna að þú ert ekki að tala fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Takk. Ring, 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 ring. Halló? Halló, er ykkur heima? Nú er það herra Táfíla. Alltaf gaman að heyri þér, kæri vinur. Halló. Framsókn, samba, framsókn, samba, framsókn. Já, hvert voru við komin? Ég veit ekki. Nei, gaman að sjá ykkur. Við erum bara komin heim. Já, við erum bara komin heim. Við erum flutt á Klakkann. Já, frábært. Og þið voru í námi þarna úti, eða ekki? Eru búin með það? Já. Ég kláraði master í performance marketing og Ásta er doktor í lífeindafræði. Vá, rosaleg. Og þið hefur ekkert viljað vera áfram að núti í Toronto? Jú, við fengum mörg bara frábært tilboð og vorum með æðisleg húsnæði. Þessi, Kristján Logi elskaði skólann sinn. Já. Svo fengum við bara tilboð sem bara við gátum ekki hafnað, sko. Nú, spennandi. Hvað er það? Ok, við fengum svona bæði framtíðarstarf í nýju áburðarverksmiðjunni. Ég verð á Símanum og Addi verður verkstjóri á færibandi. Vá. Við erum komið leiguhúsnæði upp í Grafavoginum og fengum frábæran díl. Hvað, 340 skall á mánuði? 340 svo pluss hitt á rafmagn. Þessi er komin á biðlista á leikskóla í Vesturbænum og þetta er bara... Og bara beint á biðlista. Þetta er bara draumur. Ekki klíp mig, ég vil ekki vakna. Æðislega, gangi ykkur rosa vel. Já, takk. Bye. Við biðjum fyrir Sorpu ánanustum, morðingjum og vinum þeirra, tollafgreiðslunni, LIU, flutningi fiskistofu, nýjum Egils Kristalls umbúðum, fólki með mjólkuróþol, tennis- og badmintonfélagi Reykjavíkur, Æ, er Skorpi aftur sprungið? Nei, alls ekki. Nú, hvað er gangi? Það er verið að setja upp þetta nýtt verk eftir Óla Elíasson. Í alvöru? Hvað frábært. Og hvað er það að vera? Hérna hann í Skorpurinn. 15 metrar á jörðinni. Skemmtilegt. Já, meira áttar. Svo er þetta tilbúið, það verður bara lokað. Æðislegt. Sparkar í dós eða ljósastaur, loftið er hafið rafmagni. Hvað? Fyrirgefðu hérna, mér fannst þú rása svolítið á stígnum hérna. Rása? Þetta er splunkunýtt hjól. Já, á hvaða leið ert þú? Ef þú vilt endilega vita, þá var ég nú bara að koma á mat með vinkonum. Já, ég skil hérna. En hérna, fyrirgefðu, má ég spyrja hérna, var nokkuð áfengi haft hönd eða? Bara stóri bróðum mættur. Og svo kannast ég eitthvað í trínið á þér húnum. Já, nei, það getur ekki verið. Hérna, ég verið að biðja að koma hérna með mér aðeins. Ekki. Maður er hleraður, það er njósnað hann. Viltu ekki bara sjá með brjóstin líka? Nei, fyrirgefðu, ég ætla ekki ganga svo langt, sko, að, hérna, ég biðja bara að fyrirgefa. Og ég sem er með hjálm. Biðja að fyrirgefa. Jesus Christ, who are you, what have you said?
Hvað? Á að fara að setja upp dísiskra súpustar? Nei, þetta er Björgúður Tór. Hann er búinn að borga allar skuldir sínar. Já, ok. Frábært. Ég þekkti þig ekki. Sama hér. Óþekkjanleg. Stöngin inn. Herðu, þú tókst mig bara alveg í ótrúlegt ferðalag. Ég tek ofan fyrir þér. Marta, þú komst hérna inn og varst eitthvað að labba og svo stoppaðu og tókst þér húfuna og ég var bara, vá, þetta er Marta! Marta, Marta, þú ert kóngurinn. Já. Elvis, kom for review, Sharia! Er þetta virkilega borgin sem við viljum búa í? Hvað erum við eiginlega að gera hérna? Við erum bara að kaupa okkur pulsur. Nei, ég minna á þessu skeri, það er allt í fokki hérna. Nei, það er ekkert allt í fokki. Sérðu, röðin er að minnka, þetta er allt að gerast. Mér finnst ég bara að hafa verið svikin. Það er búið að svíkja öll kosningalofur og manni líður bara eins og hálfvita. Come on, maður. Þau voru bara að reyna að vinna keppnina. Fáðu bara pulsu og svo kíkjum við í sund á eftir. En veiðigjöldin, finnst þér ekkert athugavert við þau? Bara verið að hampa þessum ríku og kostna okkar inna en eina ferðina. Þau ætla örugglega að gera eitthvað næs fyrir okkur bara seinna. Já, svona eins og að hækka matarskattin. Heyrðu, ætlar að setja ekstra remúlaði á pulsuna hjá þessari? Er svínakjöt í þessum pulsum? Slapp ekki svona. Við skulum bara fara í heita pottinn og slappa af. Og fá okkur ís og horfa á útsvar! This is just amazing. People in Iceland are so beautiful and cool. Totally. Thank you. Thank you so much. Thanks. Excuse me, sir. Is it true that everybody in Iceland believes in elves and fairies? Yes, that's true. We all do. Is it also true that Iceland is a feminist paradise and that men and women are paid equally? Yes. Is it also true that after your economic crisis, that all the citizens joined together to throw all the bad businessmen in jail forever? And that you created a new constitution based on new values, and that you all lived happily ever after? Yes, that's true. Wow, that's unbelievable.
Hæ, elskan. Hvað segirðu? Kom okkur fyrir í vinnunni? Ha? Hvað kom fyrir? Nú er ég alveg skítrætt. Ha? Hvað er það? Lífið bara sósakennt. Ég bara einn hérna að deyja. Af hverju vissi ég ekki af þessu? Segðu mér bara hvað er að. Veistu hvað það er alveg sama hvað er, þá komumst við í gegnum það saman. Ha? Það er allir að fara. Allir. Guðbergur er að fara. Og Sigg og tölvudildin er að fara. Og Óli líka. Kærustu mig. Bæði stjúpanir að fara. Og það er strax orðið uppsett. Það er allir að fara á Justin Timberlake nema ég. Torfi! Gott kvöld. Það var mikið annríki á Alþingi í kvöld en að mörgu að huga þessa síðustu daga ársins. Aðspurðir eru forsætisráðherra og fjármálaráðherra ánægðir með gang mála að undanförnum. Já, maður er það að sjálfsögðu. Nú, við hefum leyst ýmis flókin verkefni. Skuldaleiðréttingin hefur gengið hratt og vel fyrir sig. Hagvöxtur hefur aukist alveg gríðarlega. Fátækt er í raun útrýmt. Og góðærið er ríkjandi og við erum í röð fremstu þjóða heims hvað lífsgæði varðar. Kosningaloforðin hafa bara öll staðist. Það er bara eins og það hafa aldrei verið með trun. Alveg klárlega. Afnám gjaldeyrishaftanna er í rauninni rétt handa við hornið. Heilbrigðiskerfið er á ofsalega góðan stað, í rauninni alveg fullkomið. Og við stóðum við öll okkar loforð. Sjálfsögðu bara að fagna þeim árangri. Þetta er málið. Það er svoleiðis bretti berfandar og laga bara allt sem aflaga fór. Veistu, bara það að geta lagst inn á spítala leið og eitthvað bjátar á. Fullkomnu öryggi með háklassa þjónustu aðbúnað. Það er mikill munaður. Best er þó... Best er þó að þetta opna samtalið þjóðina og allt sé upp á borðum. Og gagnrýni sé svona vel tekið. Það var á 8. tímanum sem tilkynnt var eldinn. Allt tiltækt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins reynir nú að ráða niðurlögum hans, en eins og sjá má hérna í skeifinu, þá er sannkallað hamfara ástand. Slökkviliðið beinir þeim tilmælum til almennings að halda sig fjarri þessu svæði, halda sig heima, því hér er hættulegt að vera. Stundum sárt á hon í speilin. Horfa á endurtekin mistökin. Svikin loforð, fucking spillingin. Í nýri sauð að kærir úlfurinn. Við skulum klappa. Þér finnst það samráðið sé eldin kóraninn. Þú skalt klappa. Þú skilur ekki orðin ómöguleikin. Þú skalt klappa. Ef aðeins bleikra sérðin Íslandsaukininn. Við skulum klappa. En við viljum leggja lið og blúsa alheiminn. Að segja satt er ekki skemmtilegt. Styrkja 100 börn pínu skringileg. Kallast þessi hópur stjórn.